Borgarskipulag verður að endurspegla fjölbreytileika mannlífsins. Það gengur ekki að stefna allri byggð á þéttingareiti í Vesturborginni frekar en að það gangi að stefna allri byggð í úthverfin. Þetta tvennt verður að haldast í hendur til þess að tryggja farsæla borgarþróun. Okkar hlutverk að tryggja tækifæri og aðstæður fyrir ungar fjölskyldur til uppbyggingar í Reykjavík. Við þurfum að snúa við þeirri þróun sem verið hefur á undanförnum árum að ungar fjölskyldur kjósi frekar að stofna heimili í nærliggjandi sveitarfélögum. Höfuðborg sem hefur ekki ungt fólk á sér ekki framtíð. Við sjáum það fyrir okkur að flugvöllurinn verður töluverða tíð áfram í Vatnsmýri og svokölluð Rögnunefnd á störfum, mun skila sér einhverjum tillögum. Við höfnum því að innlandsflugið fari til Keflavíkur. Við bara leggjumst gegn því að við teljum að höfuðborgin þurfi að vera með góða tengingu við landsbyggðina. Reykjavík því miður allt of skítug og það sláandi að sjá göturnar kannski miðan vetur, allar auðar og það ekkert gert til þess að sópa eða laga til. Og það alveg stór undarlegt. Það á ekkert að vera miðað við einhverja dagsetningu að 15. apríl eitthvað að þá fyrst hægt að byrja að þrífa. Það á bara alltaf að vera á vaktinni með þetta. Því að þetta ekki bara útlitsmál, þetta líka heilsufarsmál fyrir íbúa borgarinnar. Varðandi strætó þá viljum við bæta tíðnina. Við viljum taka upp betri skýli á svona lykilstöðum eins og í Ártúnsholtinu þar sem fólk þarf að bíða. Við viljum líka endurhugsa hvar skiptistöð á að vera. Það skiptistöð í Mjódd, það skiptistöð á Hlemmi. Við höfum rætt við sérfræðinga þessi mál, erlenda sérfræðinga sem innlenda og niðurstaða okkar eftir þær viðræður það að skiptistöðin eigi að vera miklu meira miðsvæðis í borginni og þá erum við að tala nær Elliðaánum, Kringlunni eða einhvers staðar þar, ekki það sem BSI og þannig hægt að bæta strætósamgöngur í borginni og það sem lykillinn auðvitað að reyna að vera með sem flesta ferðir frá A til B, þannig að skiptingar séu lágmarki. Núverandi meirihluti eða fráfarandi meirihluti vonandi gerði til dæmis afleik í því að gera samning sem að hljóða upp á það að það yrði í raun algjört svona samgöngu framkvæmda stopp í Reykjavík í áratug og í staðinn átt að setja pening í almennasamgöngur. Sá peningur hefur ekki nýst hinn skildi í þessar almennasamgöngur. Þannig að það þarf að endurskoða þennan samning og gera þetta miklu betur til þess að þetta samspil gangi upp.